Já, góður hlustundur, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi. Í Reykjavík stillt og fallegt veður. Það búið að vera eiginlega svona í allt haust. Það er dásamlegt haust sem við höfum fengið ofan á kórónufaraldurinn og kórónukreppuna sem að koma. Við höldum áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og í kvöld ætlum við að fá hingað að Rauðaborðinu fólk sem að býr út á landi. Og flest eiga þau sammerkt að hafa flutt út á land, allavega flutt þangað sem við erum núna. Og umræðuefnið eiginlega kostir þess og gallar að búa í smærri samfélagum og hver eru svona gildi þess og kannski hvort að samfélagið sé einhvern veginn að breytast, nú til dæmis með þessari tækni sem við erum að nota hér, að Zoom og svona, að fjarlægi minnki og það verður kannski auðveldara að búa út á landi, þannig að við eigum auðveldara með að sækja kostina þess og losna við kannski gallana sem eru einangrun og losna við gallana í stórborginni sem oft voðalegt stress og ís og þís út af engu. Við sjáum til, það eru þau sem ætla að segja okkur þetta. Hérna eru Unnur María Máney Bergsveinsdóttir, hún sirkuskona og sagnfræðingur og býr á Ólafsvík. Guðrún Ásta Tryggvadóttir kennari á Seyðisfirði. William Óðinn Lefíver, hann kennari forstöðumaður félagsmiðstöðvar og sósugerðarmaður og býr á Djúpavogi. Ester Ösp Valdimarsdóttir, hún mannfræðingur og tómstundafulltrúi á Hólmavík og Oddný Anna Björnsdóttir sjálfstæður ráðgjafi og bóndi á Gautavík í Djúpavogi. Var ég að segja ykkur af vitleysu? Var ykkur að leiðrétta mig? Ég var bara að bæta við, ég var líka kennari. Ja, þú líka kennari. Þannig að ég byrja þá bara á þér og spurningi sem ég eiginlega að spyrja bara hópinn það, svona hvað fyrir þann sem sjöundu kynslóðar Reykvíkingur og hefur nú ekki búið lengi út á landi, ég hef reyndar unnið og starfað svona hingað og þangað þegar mín yngri árum, en hver eru svona gæðin og gildi þess að búa í smærri samfélag? Þú býr nú á Hólmavík sem nú bara með minni þorpum á landinu. Já, sko, þetta auðvitað ekki tæmandi listi, hvorki kostirnir né gallarnir. Ég flutti hingað fyrir, ég held að sé að verða 8 ár núna. Þetta var eitthvað svona framhald af einhverju ævintýraþrá. Ég hefur alltaf verið mikið flökkuðal í mér og svo var ég komin á þann stað að ég samt komst ekki til útlanda. Þannig ég svona, pröfum að flotta land og ég hélt ég myndi endast hérna í nokkra mánuði. Ég myndi svo koma með skottið á milli lappan aftur í bæinn, en hér erum við enn og sem hlýtur að þýða að einhverju séu kostirnir. Mér langar kannski fyrst að nefna framúrskarandi þjónustu við börn og rosalega gott að ala þau upp. Sérstaklega því að við erum með fatlað barn og þar sem að þjónustan og þar sem til sérþekking, að þar þjónustan auðvitað mikið betri, af því að þá barnið klárlega aldrei númer á blaði. Biðlistarnir eru ekki eitthvað sem að trufla okkur og boðleiðirnar mjög stuttar. Svo þetta fær mann til að pröfa alls konar. Það stækkar einhvern veginn sjóndeildarhringinn. Mér fannst frábært að upplifa þegar ég var búin að vera hérna bara stutt að allt í einu var ég farin að eiga samneyti við alls konar fólk sem svo ólíkt mér. Þannig ég þroskaðist svo mikið. Ég hafði aldrei erindi í að spjalla við sjómann eða eitthvað sem keyrði gröfu eða eitthvað, ég umgengst bara fólk sem var alveg eins og ég og skildi ekki að einhverju hugsaðu öðruvísi. Þegar ég flutti hingað þá hér fólki sem kýst þennan og hinn flokkinn eða pælir í þessu eða kaupir svo svona hluti. Því ég bara hafði aldrei hitt fólk sem var ekki eins og ég. Og þannig hérna einhvern veginn komum við öll nær hvort öðru og maður pröfar alls konar af því að maður þarf ekki að vera ógeðslega góður í einhverju til að fá að vera með. Þannig ég búin að fá alls konar viðurkenningar fyrir, afrek í frjálsum íþróttum sem ég hef aldrei æft og svona. Það bara mjög gott fyrir egoið. Látum bara spurninguna ganga, höldum rétta leið í kringum landið og þá það Ólafsfjörður. Unnur María, þú náttúrulega alveg upp í Borgarnesi og kannski þekkir vel að búa í smærri samfélagum. Geturðu dregið upp hverjir eru kostir þess að búa í smærri samfélagum? Þetta náttúrulega ekki risa samfélag hérna í Reykjavík, þetta náttúrulega hálfgerð þorp, en svona í samanburðinu við það? Sko, það að búa í smærri samfélagum náttúrulega ekki að búa í smærri samfélagum. Það geta verið mjög misjöfn. Og hérna á Íslandi þá erum við kannski helst að horfa á það að landfræðileg lega skiptir rosalega miklu máli.
ég bý á Tröllaskaga, hingað það var bara ófært út úr sveitarfélaginu mínu í 30 daga síðasta vetur og við erum svolítið bara vön því. Það eru ókostirnir, flutningsleiðirnar eru ekki öruggar. En það samt sko verið að klára að leggja ljósleiðar núna, þannig að allavega þær flutningsleiðir eru að skána. Við erum að horfa á það að störf án staðsetninga sé að verða alvöru valkostur hérna. Ég myndi líka segja að væri svolítið kostur að komast ekki í burtu stundum því að ég persónulega kann alveg að meta það að bara alla leiðir og lokaðir maður bara neyðist til þess að chilla og maður þarf ekki að vera að hringa eitthvað en svona í alvöru þá myndi ég segja að það Ólafsfjörður og Siglufjörður eru saman í sveitarfélagi og við erum tengt saman með Héðinsfjarðargöngum sem eru mjög góð. Það þokkalega auðvelt að komast á milli þessara tveggja bæjarkjarna sem þýðir náttúrulega fyrir fólk með börn að þetta algjör lúxus. Það ekki tími sem að fara í að keyra hvorki fyrir fólk í vinnuna þetta sífellt það ég var mikið að vinna í tómstundakærslu fyrir börn í bænum og maður sér það bara svo vel hvað fer rosalegu tími í sækja skutla og allt það. Þannig að fyrir fjölskyldufólk þá þetta mjög stór kostur. En svo kemur á móti auðvitað líka að við erum alltaf smærra samfélag, það ennþá kannski fábreyttari atvinnumöguleikar og annað. Ester Ösp talaði að það veri kostur að vera ekki alltaf umgangst fólk sem eins og maður sjálfur. Það kannski galli að hitta engan sem líkur manni í smærri samfélagum ennur? Getur það verið galli? Nei, það fullt af fólki hérna sem sé ég sko. En vissilega umgengst maður alltaf kannski víðara mengi. Ég náttúrulega umgengst alltaf alls konar fólk. Þegar maður að kenna börnum þá hittir maður, ég var mikið samskipti við foreldrana, þannig að maður næri ekkert að vera almennilega í búblu þannig. En ég held að það sé samt alveg klárlega rétt hjá Ester að auðvitað í svona litlu samfélagum þá þurfum við öll að tala saman. Við þurfum öll að geta tekið small chat, í röðinni í kaupfélaginu. Þannig að það alveg svolítið notalegt. Maður finnur það, og ég er búin að búa inn í 2 ár, maður finnur alveg að maður bara svolítið tekin inn í heildina, kannski með öllum hans kostum og göllum. Og þetta alltaf hluti af hópnum, hvort sem út í búð eða út á götu, að þetta eiginlega þinn hópur sem þú ert alltaf innan um. Guðrún Ásta, þú ert í hinum fagra Seyðisfirði, kanntu að lýsa því munum á því að búa í stóru samfélagi og smáu? Já, ég kannski bara fyrst að koma inn og af hverju ég flutti á Seyðisfjörð sem alveg hinum megin á landinu frá Reykjavík hvar ég á mína rætur og uppalinn og á mömmu mína, gamalmennið og svona. Og ég þreytist ekkert á því að segja frá því að ég er húsnæðisflóttamaður. Það nefnilega eins og að vera í ofbeldissambandi að vera á leigumarkaði í Reykjavík og ég gafst upp á því og kom á Seyðisfjörð og keypti mér hús og það frábært. Það rosalega forréttindi, ég held að hafi mjög mikil áhrif á mína andlegu líðan að hafa fast land undir fótum núna hvað þetta varðar. Ég á 2 lítil börn, ég kom hingað fyrir að verða 3 árum síðan og átti þá systir mín hafði flutt hingað á undan mér með sína fjölskyldu út af starfi sem hún fékk og já, þannig að þó ég kunni lífinu hér mjög vel og sjái marga kosti við það, þá það samt rosalega drastísk ákvörðun að flytja svona langt og í svona frábrugðið samfélag frá því sem maður svona þekkir. En jú, Seyðisfjörður dásamlega fallegur kaupstaður og bæjarstæði. Við erum búin að kveðja sólina í bili og sjáum hana einhvern tíma þegar fer að líða svolítið á næsta ár. Já, eins og ég segi, á 2 lítil börn, þau eru bara núna að verða 4 og 6 á næstu 2 vikum og ég klárlega græddi bara svo mikinn tíma
tíma sem svo dýrmætur þegar maður á svona lítil börn. Ég bara 5 mínútur að labba úr skólanum hver ég kenni og út í leikskóla og svo bara komin heim og það hægt að gera eitthvað á þessum svokallaða úlfatíma. Það enginn búinn að ná að sofna í bílnum eða taka öskurkast á leiðinni heim. Og það frábært og og já, ég bara mjög skemmtilegt að heyra hvernig það sem að töluðu undan mér lýstu sínum bæjum. Mér langaði eiginlega bara næstu að flytja til Hólmavíkur og svo til Ólafsfjarðar. En Þú sko svakalega velkomin, ég skal taka vel á móti þér. Já, takk. Þetta alveg ótrúlega skemmtilegt að fá að tilheyra svona samfélagi og við eins og Ólafsfirðingar og fólki á Tröllaskaga, við upplifum þessa svakalegu vetrareinangrun og það svolítið hipp sem haps. Það geta verið mjög snjóþungir eða vindasamir vetur og þá Fjarðarheiðin bara ófær. Og ekki læknir á staðnum, læknir á Seyðisfirði núna? Það núna, það var ekki fyrst þegar ég fluttinga, þá var akkurat vorum við á milli lækna. Það var svolítið óþægilegt að upplifunin svona, ég veist það kannski sérstaklega þegar ég var með svona lítið barn fyrst þegar ég kom, en líka, jú, þú veist, ef eitthvað kemur upp á þar. Og ótrúleg tilhugsun að geti tekið 6 tíma að koma einhverjum yfir Fjarðarheiðina. Einhverjum ástæða, ef ég kemur með tilbútiðin og segði að ef við myndum leysa húsnæðisvandann í Reykjavík og laga leigumarkaði þar, myndur við flytja strax suður? Ef við takjum þessa einu breyti sem þú nefndir, ekki strax? Ekki strax, sko. Nei, mér liggur ekki á að fara, en ég játa samt að og kannski það því að mamma spyr mig í hvert einasta skipti sem ég heyri henni í símann hvort ég ætla nú ekki að fara að koma og hún í svona óbeinni, óyfirlýstri veðursamkeppni við mig. Hún spyr í hvert skipti hvernig veðrið sé hjá okkur. Já, það? Já. Já, nei, það allt í lagi Já, bless. Ef það skárra hér en fyrir sunnan og svo vill hún tala lengur ef það mjög gott fyrir sunnan. En Hún saknaði. Já, hún vill hafa mig heim, hún 78 ára, hún vill bara hafa litla barnið sitt heima í Reykjavík og henni finnst þú vera að missa barnabörnunum, það búa 6 af hennar barnabörnum búa hérna. En nei, mér liggur ekki á, mér líður vel hér og það skemmtilegur andi og þetta ég fagnaði líka eins og Ester að kynnast svona fólki sem með bara annan bakgrunn en ég og ég finn það hvað að það að hafa eitthvað svona varanlega áhrif á lífssýn manns og ég hef alveg búið líka í mjög stóri borg og mér magnað að upplifa það líka svona á eigin skinni hvað við höfum sem manneskjur bara ótrúlega aðlögunarhæfni að það bara geggjað að búa í New York en það líka geggjað að búa á Seyðisfirði og maður fær bara alltaf kikkur út úr því að kynnast alls konar fólki og alls konar lífi. Ef maður geggjaður sjálfur, þá það geggjaður að vera hvað sem er. En Óðinn, hvað segir þú, af hverju fluttið þú út á land? Já, það ágætis spurning. Það var í rauninni þannig, svona til þess að klippa þetta til og skera niður í svona stutta frásögn. Það var í rauninni atvinnutengt. Ég hafði sem sagt, ég flutti á Djúpavog haustið 2015 og yngri bróðir minn sem árinu yngri en ég hafði flutt á Seyðisfjörð einhverja tæpu hálfu ári áður. Þannig að það var komin svona einhver tengslu Austfirði sem hafði aldrei verið. Við eigum engar rætur tengingar hingað, þannig sko. Það vill svo til að kona bróður míns frá Egilsstöðum og þannig sem sagt fór hann í þá áttina og svo var það sumarið 2015 þá leggjum við land undir fóti og kærastan mín, þáverandi kærastan, núverandi unnustan mín við ákveðum að heimsækja Kára bróður á Seyðisfjörð og þar ég í rauninni að koma fyrst á Austurland bara nánast ever. Ég hafði einu sinni flogið til Egilsstaða sem menntskælingur að taka þátt í einhverju félagslegu, ég man ekki einu sinni hvað það var. Og þetta náttúrulega óbúslega fallegt og maður heillast og svo man ég þetta var vont sumar 2015 þarna fyrir austan eða allavega á Seyðisfirði, þetta var þokusumar og kalt.
og ég man að þetta var í lok júlí og við erum að keyra yfir Fjarðarheiðina og það er slagviðri, það er hagl og slyddu drulla og fyrir þá sem hafa ekki farið yfir Fjarðarheiðina þá er hún ófrýnileg til að byrja með og að fara yfir hana í lok júlí inn í bara vetur þetta var bara ógnvænlegt. en fallegt engu að síður og svo komum við niður náttúrulega hinum megin og þá náttúrulega blasir við Seyðisfjörðurinn sem er ægifagur. Og það er ekki erfitt að heillast af svona landsvæði. Og við eyðum þarna nokkrum dögum saman í leiðinda veðri og höfum að bara náðugt og þá er sem sagt þáverandi, sem sagt kærasta bróður míns, hún er þá atvinnu- og menningarmálafulltrúi Seyðisfjarðar og er reyndar í dag. Ég held að titillinn sé svoleiðis, ég man ekki nákvæmlega, hann er eitthvað á þeim nótum. Þannig að hún er tengd svolítið inn í atvinnumálum á Austurlandi. Ég er með bakgrunn í félagsmiðstöðvum eða sem sagt í tómstundageiranum, æskulýðsgeiranum og ég var á þeim tíma svolítið svona að hugsa með mér, ok, hvað hún er í starfsmaður í félagsmiðstöð, hvað er svona næsta skref einhvert út frá því? Ég hafði og hefur gaman að vinna á gólfinu en ég var svona að hugsa hversu ráðanlegur er ég? Og hún bendir á stöðu þarna íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Djúpavogs í einhverju svona spjalli bara, ætla ekki að sækja þessa vinnu, segir. Löngu útrunnu umsóknarfrestur og ég var nú ekkert að spá í þannig en þetta var svona, þetta var skemmtileg auglýsing, ég man að þetta var atvinnuauglýsingin hljómaði einhvern veginn ertu orðinn leiður á umferðarljósum, hraða hindranir í taugarnar á þér, eitthvað svona þetta var eitthvað svona húmor í þessu og er gamla settið að pirra þig eitthvað svona, vill ekki koma austur og taka starf sem íþrótta- og tómstundafélag. Og ég leit svona á þetta og þetta var nú svolítið áhugaverð starfslýsing, hún var fjölbreytt og það voru svona hluti sem ég hefði ekki gert í bland við hluti sem ég þekkti mjög vel. Þannig ég hugsaði að þetta geti verið svona brú yfir í að víkka aðeins ferli. Og löngu útrunnu umsóknarfrestur, ég sendi samt póst, bara svona fyrir forvitnisakir og spyr hvort það sé búið að ráða og svona og fæ í rauninni svar hæl, bara nei, ekki búið að ráða og vildu gjarnan spjalla hans við mig og þá fór boltinn að rúlla og á þessum stað og ég tengi svolítið það sem að Guðrún átti að sagði áðan að vera í gíslingu leigumarkaðs á Íslandi að þarna eru við svona með bara 6 mánaða gamla dóttur í leiguhúsnæði, eigum enga peninga og sáum ekki fram á að þeir væru eitthvað að fara að byggjast neitt upp af því að bara út af augljósum ástæðum. Og það var alveg klárlega faktor í þessu, af því að maður sá í hendi sér að það væri ódýrara, hvað þetta var það í það minnsta að búa út á landi. Og svo var líka, það var í rauninni ekkert sem að hélt okkur. Eins og segi, það voru ekki þannig svona ferilstörf sem að hélt okkur, það voru ekki húsnæðismál sem að hélt okkur og svo er það náttúrulega líka þannig eins og ég hef alltaf sagt, það að flytja út á landi er ekki það sama og fara í fangelsi. Það má alveg flytja aftur tilbaka. Það er ekkert sem bannar það. Og við erum bara... Þú ert á skilorði, það má ég segja það. Já, þetta er nefnilega, þetta er ekki hægt. Má ég spyrja þig fannst þér að þú væri að fórna einhverju fyrir að flytja úr höfuðborgarsvæðinu austur? Nei, ég upplifa það ekki þannig. Ég hafði líka smá reynslu af þessu í gegnum bara mitt eigið uppeldi. Ég er að hluta til í alveg upp á sveitabæ í Skagafirðinum á, skal ég segja ykkur, heimavistaskóla sem að þjónustaði fatlaða og félagslega, skal ég segja einangraða einstaklinga í Skagafirðinum. Þetta er early 90s, foreldrar mínir voru sem sagt starfsmenn á þessum stað. Þetta var í rauninni verkefni sem að þau ásamt nokkrum öðrum snillingum þróuðu þar sem að þau tóku yfir gamlan heimavistaskóla, fengu úthlutað gamlan heimavistaskóla á bænum Egilsá í Skagafirðinum og hann var sem sagt, og þau í rauninni komu þessa hugmynd að vera með þessa þjónustu fyrir jaðarsett ungmenni aðalega og þá erum við að tala fatlaða og félagslega einangraða krakka til þess að koma og vera með skóla og í rauninni heimavist eða sem sagt, heimavistaskóla. Og þetta var í rauninni úrræði sem að síðan þáverandi sveitarstjórn samþykkti og þetta var gert. Og þarna bjuggu sem sagt nokkru starfsmenn sem voru þá bara líklega á aldrinum að jafnvel aðeins yngri en allavega ég er í dag, sennilega þrítugt og eru þá að stofna sína fjölskyldur.
og vinna þarna allt árið með þessu börn og ég elst upp í þessu sko. Þannig að ég þekki það frá svona blötu barnsbeini hvernig það að búa í einhver tíma út á landi. Þannig að þetta var ekkert alveg framandi fyrir mér. En það sem var svona framandi var að ég hafði aldrei komið á Djúpavog daginn sem ég flutti þangað. Ég hafði engin tengsl félagsleg eða blóðtengslinga. Það þekkti náttúrulega ekki nokkurn mann. En það rosalega fljótt að breytast og það svona svolítið fyndið að því ég hef líka búið í Stórborg, ég bjó á Boston í 2 ár og eins og að ég að tengja svolítið það sem að Guðrún Ásta segir, sko, að ég hef oft spáð í þessu hvað andstæður eru skemmtilega, sko. Nú bjó ég í Stórborg, það sem að einhverjar 3-4 milljónir búa á Stór Boston svæðinu. Og svo hef ég búið á Djúpavogi sem að rétt tikkar upp í 500 manns með sveitum núna. Og ég get alveg sagt að það eru ákveðnar andstæður, en það eru líka andstæður í, sko, ég hef aldrei upplifað jafn stórt samfélag eða sense of community, ef mér leyfist að sletta, á Djúpavogi og sennilega hef ég upplifað minnsta samfélagið í stærstu borg sem ég búið í. Og mér finnst svolítið athyglisvert og ég hef oft svona velt þessu fyrir mig hvað það skrýtin pæling að búa í algjörum smábæ, einhvers staðar lengst í burtu frá því sem ég hafði áður þekkt og upplifa samt sem að vera eitthvað stærsta samfélag sem að ég man eftir, sko. Það svolítið merkilegt finnst mér. Samfélag sem náttúrulega mjög frábrugðið og þá yfir margs konar og alls konar, eins og Ester var að segja áðan. Maður fer inn í þennan vingil að einmitt að kynnast sjómönnum, ég hef aldrei sjómann áður þannig, þú veist. Ég vissi ekki hvað línubátur var, það verið flutt hingað. Það hefur verið hlegið að mér fyrir það. Og ýmislegt annað, þið veitir. Þannig að maður, og svo maður í þessari stétt, kennarastétt eða æskulýsmálastétt og maður sjálfkrafa, maður setur fótinn inn í dyrnar á því að kynna samfélaginu hratt þannig. Það er rosalega verðmætt og ég mjög þakkláttur fyrir það að það hjálpaði mér rosalega mikið sem sagt vinnan sem sagt svo ég spólið tilbaka. Ég sótti þessa vinnu og fékk hana og þar með var ég komin með hælinn inn á heimili allra foreldra hvort sem þeir líkaði betur eða verð, sko. Þegar ég var með börnin þeirra. Þannig að og við nýttum okkur það mjög vel og fyrir vikið innan vikna eða örfára mánaða þá erum við búin að festa okkur kirfilega í sessi innan samfélagsins. Og við lögðum ríka áherslu á það að vera virkir þáttakendur í samfélaginu vegna þess að það verið mesta líkur á því að við myndum fá jákvæða upplifun út úr reynslunni sem átti bara að vera sem 1 ár til að byrja með og sjá svo til. Og síðan hafa liðið 5 ár og nú eru orðin 5 manna fjölskylda í staðinn fyrir 3 manna fjölskylda og ég á hér hús og sé ekki fram á að ég sé að fara neitt á næstunni, sko. Nei. Árni, við endum hringinn, verð ég að fara aðeins út í sveitina frá Djúpavogi. Getur þú dregið svona saman það sem að hefur verið sagt hér kostina við að búa í smáum samfélögum og kannski samanburði við það að búa í stærri samfélögum? Þú voru að taka af mútið á mikrofónum. Takk. Já, ég get tekið undir margt sem að Óðinn og Guðrún Ásta voru að tala sambærilega reynslu. Við höfum talað lengi að flytja út á land. Það var svona draumur. Við byggum einmitt í Suður Kaliforníu í Orange County í 7 ár og fluttum til Íslands í lok árs 2010. Og svona fljótlega upp úr því þá fórum við að tala að okkur langaði til að flytja út á land. Og við höfum bæði mikinn áhuga á matvælum og ræktun og sjálfbærni. Og við höfum verið ég hef verið í matvælageiranum núna í tæp 10 ár og hann nú í öðrum geira, maðurinn minn, en samt tala mikið á því sviði. En við sáum svona aldrei kannski almennilega möguleikann fyrir en að þessi staður kemur í fangið á okkur. Gautavík í Berufirði, í Djúpavogshreppi, núna Múlaþingi. Við hefum svona verið að skoða jarðir nær Reykjavík til þess að einmitt að væri styttra í bæinn. Og ég svona var alltaf ákveðið hik á manna því maður svo hvað maður að gera. Ég var þá framkvæmdastjóri í heildsölu og maður minn var að reka okkar eigið fyrirtæki í Bólholti.
En sama og eins og Óðinn var að tala að þessi hraði og meira stress og mengun og umferð og svona bara dýrari lífstíll. Okkur langaði að koma út úr honum, ekki að vera svona eins og hamstur í hjóli. Ef eitthvað kæmi upp úr þá erum við svo fljótur að lenda í vandræðum. Okkur langaði að lækka fasta kostnaðinn og svona verða bara að geta svolítið frjálst höfuð strokið, komast undan þessari hræðilegu leigu sem að fyrirtæki okkar var í, hátt í 400.000 krónur með öllu fyrir lítið fyrirtæki. Og við sáum þetta svona sem bara leið til þess að geta farið virkilega að njóta lífsins á okkar eigin forsendum og gera meira fyrir okkur sjálf. Og þegar ég tala um að vera sjálfbær, að vera þá með dýr og ræktun og annað og geta svona, já, sýna það hvernig maður getur orðið sem mest sjálfbær. Og við tökum þessa ákvörðun bara með mjög stuttum fyrirvara þegar þessi jörð, eða maðurinn minn ákveður loksins að senda hann á mig, hann hafði ekkert gert það, hann hafði nú vitað á henni lengi vegna þess að ég vissi ég ætlaði nú ekki vildi ekki flytja svona langt í burtu. Og ég kíki svona á þetta föstudegi, að vinna bara og svo förum við í bústaðinn okkar sem við reyndum alltaf að fara í, af því að okkur leiði alltaf best út í sveit. Hann var sjálfur alinn upp í sveit á Sauðfjárbúi, svona að hluta hans æsku. Og svo þurfum við að leið heim úr bústaðnum, höfum farið í sauðburð í fyrsta skipti á ævinni, eða semst ég og börnin. Að þá segir hann, hérna manstu jörðina sem ég sendi á þig á föstudaginn, kíktu á, hún alveg æðisleg, gef henni séns. Og ég í bílnum bara eitthvað að skoða og þá bara small eitthvað í hausnum á mér og ég hugsaði sko, þetta tíminn. Núna, sem sagt, ég var orðin sjálfstæður ráðgjafi á sviði matvæla og landbúnaðar og var alltaf að færast nær og nær landbúnaðinum, þannig að fyrir mig var þetta mikill kostur að geta bara farið og vera að gera það sama og þeir sem ég var að vinna í tengslu við. Og fyrirtæki okkar var bara orðið stabílt og komið dreifingu í verslanum land allt og var bara, við skipti engum máli þegar við flyttum okkur set. Hann er að hanna og framleiða gjafavörur og mótileikföng og sinnir ýmsu öðru líka. Þannig að það skemmst frá því að segja að 7 dögum síðar voru búin að heimsækja Djúpavog og skoða húsnæðið, gera bindandi kauptilboð og fá bindandi kauptilboð í okkar eign í bænum. Og 7 vikum seinna vorum við alflutt bæði með fyrirtækið og okkur sjálf. Og við höfum ekki séð eftir því 1 mínútu, ekki nokkuð tíman og mér finnst bara allt betra. Ég sakna einskis. Og ég fór nú í bæinn í tengslum við mín störf á 3 til 4 vikna fresti, fyrstu tæpu 2 árin. En nú er að verða 9 mánuðir sem ég hef ekki farið í bæinn. Og það skiptir mig í raun og veru engu máli hvar ég er í mínum verkefnum. Ég hef bara róna og friðinn hérna í heiðan á ró og maður þarf ekki að eyða neinum óþarfa tíma í neitt. Maður bara vaknar á morgnana, kemur börnunum í skólabílinn sem að þeir eru sótt hérna bara upp að dyrum og svo bara græða maður og sest við tölvuna og hefur svo bara allan daginn og síðan bara börnunum skilað heim að dyrum í lok skóladags og þá hefur maður tök á því að sinna fjölskyldunni, eða ég held ofta fram að vinna því að þau koma tiltölulega snemma heim, en þá eru þau líka búin að vera í íþróttum. Þannig að maður getur skroppið farið bara í göngutúr hérna í náttúrunni, skellt sér í heita pottinum, maður vill taka sér smá pásu en ég er aldrei einmana, ég hef aldrei upplifað að við erum í raun og veru bara við sjáum ljós frá einum bæ þar sem við búum og þetta er rúmlega 20 mínútur á Djúpavog. En vegna þess að ég er í samskiptum allan daginn, frá því ég sest við tölvuna og þangað til ég sest, þangað til ég legg símann frá mér og slekk á honum. Í gegnum alltaf tölvupóst, Messenger, Zoom-fundi og ég bara verð sármóðguð þegar einhver sem að það eru allir hættir að gera það, segir hvenær kemur næst í bæinn? Veitu, hvaða máli skiptir það hvenær ég komi næst í bæinn? Getum við ekki talað svona saman? Og ég er einmitt í störfum þar sem eru stanslausir fundir með fólki, en það er líka allstaðar staðsett hringinn í kringum landið, þannig að ég væri ekkert betur sett að vera í Reykjavík. Og við bara fundum eins og við erum að gera núna, þegar þarf. Getur ekki verið að segja að það er bara alltaf erfiðara fyrir því að fara í bæinn af því að þú ert að einangrast, að þú sett svona Gísli Uppsölum, hann fór ekki til Ísafjarðar í 50 ár, sko. Hann bara dreif sig aldrei í það. Þú ert ekki trætt um það, þú sett að verða svona einangruð að þið ekki bara ógnvænlegt að vera í bænum í stóra samfélaginu? Nei, alls ekki og ég er nú svona að vera nú gaman að koma fyrir jólin og
aðeins að mann finnst samt einhvern veginn ekkert langt síðan og maður bara í samskipti við alla þá sem maður vill vera í samskipti við. Þannig að mér líður og okkur og bara að vera svo heppin að vera eigum börn sem að njóta þess líka. Við erum segjum heima best. Bara líður vel í rólegheitunum. Við hefum nóg að gera, við erum náttúrulega með alls konar, við erum með eigið fyrirtæki, ég er í mínu verkefni, við erum með dýr og hitt og þetta endalaus uppbygging, þannig að maður er alltaf á fullu, þannig að það breytist ekki. En maður getur líka verið í tengslu við alla sem maður vill og svo mér skortir ekki neitt. Það er einhvern veginn, á mánudagsmorgni panta ég, vantar skó, vantar úlpu, vantar eitthvað og ég fer bara á netið, ég panta það og pósturinn keyrir það heima dyrum 2 dögum seinna, nánast undantekningarlaust. Þá fæ ég sendingu úr Reykjavík ef ég panta einhvers konar föt eða hvað annað sem ég vantar, að þá það komið með flytjanda daginn eftir og með póstinum, 2 dögum síðar. Þannig að, og þið vita alveg hvernig þetta einhvern veginn við flytjum á hárréttum tíma þegar þetta að gerast. Ég var byrjuð að nota töluvert Zoom og annað fyrir COVID, en eftir COVID þetta bara svo sjálfsagt. Og eins hafa all fyrirtæki kannski bætt og betrumbætt sínar vefverslanir. Eiginlega það eina sem við þurfum að sækja reglulega eru matvæli og við gerum þá bara stór innkaup á svona viku 10 daga fresti á Reyðarfirði í Krónunni eða förum á Egilsstaði. Þetta klukkutími á sitthvað staðinn og auðvitað ef okkur vantar eitthvað þá rúma 20 mínútur á Djúpavog. Þannig að maður getur alltaf sótt. Mér finnst mér á Djúpavogi með þetta 500 manna samfélag, var 350 því ég flutti fyrir 2 árum síðan. Þannig að það vex, þetta er það samfélag sem vex hvað hraðast hlutfallslega og eitt yngsta samfélagið á landinu. Fjöldi barna undir 16 ára. Nú er ég ekki, 130 af 500 eða eitthvað svoleiðis. Þetta mjög hátt. Rétt 100, svona rétt 100. Já, með leikskóla. Með leikskóla. Já, með leikskóla, þannig að það er samt einna hverjum 5 er 16 eða yngri. Já, akkurat. Og það talandi einmitt þannig að ég tel mig hafa næga þjónustu. Við erum með sem bifvélaverkstæði við hliðina á okkur, bærinn við hliðina á okkur sem næst okkur, við sjáum vísu ekki. Það er bifvélaverkstæði. Niður á Djúpavogi pósthús, það banki, það flytjandi, það veitingastæði, það verslun, það nytjamarkaður, það ekkert rosalega margt einhvern veginn sem að mig vantar og svo ég líti á Egilsstaðir svona sem miðbæinn eða svo sem okkar svona, núna erum við hluti af Múlaþingi, það er klukkutíma flugvill. Ég sagði þegar ég var að fara reglulega í bæinn, þá setti ég strákana í skólabílinn klukkan korter yfir 7, klukkan 7:30 lagði ég af stað á Egilsstaði. Tók flugið klukkan 9 og var mætt á fund korter yfir 10. Skilur það, ég upplifi engar hindranir. Það eina sem ég get kvartaði yfir verðið á flutningnum. Við erum heppin á því vörurnar sem við seljum, mest af þeim pakkast flatar og eru léttar, þannig að það kom ekki að sök. Og svo náttúrulega þegar maður pantar föt og annað, þá yfirleitt alltaf ókeypis sendingakostnaður en annað sem maður að flytja, það mjög dýrt. Það eina sem ég get kvartað yfir. Ester, þegar verið að bera saman 2 hluti, þá verður maður að vara sig á því að bera ekki fram annað atriðið allra besta formi og hitt kannski svona í lakara ástandi og þannig að það þessi nálægð og góða litla samfélag og frábært alveg börn og kyrrðin og róin og náttúran og lyktin af sjónum og allt þetta og svo hinum megin í nabri einmannaleiki. Þannig að þetta má ekki alveg, það má ekki bera svona saman. Það sumt sem að stærri samfélögin hafa sem að smærri samfélögin skóla illa og kannski það til dæmis að venda þá sem að eru öðruvísi, að svona svona mannréttinda, þið kannist við úr Litlu Britland, svona eini homminni í þorpinu og það sem hefur verið svolítið að fjalla þetta, hvað erfitt að vera öðruvísi í smáa samfélaginu. En þetta það sem að borgin getur gert síðan erum við kannski með
já, við getum vitnað í annað eins og sögunum Billy Elliot sem er hérna sem að eina leiðin til þess að blómstra sem einstaklingur að brjótast út úr þorpinu og meika það á stóra sviðinu, en svo vitum við sem að horfa á myndina að kannski endar Billy Elliot bara sem búið með dansferilinn 38 ára gamall og verður bitur maður í einni herbergi í stórborginu og einmannaleikanum. Það því svona þessar tvær andstæður og það sem langar til þess að velta upp svona möguleiki fyrir okkur að búa til samfélag sem gott samfélag, þar sem við tökum kostina úr litla samfélaginu og skiljum gallan eftir og tökum kostina úr stóra samfélaginu og skiljum gallan eftir. Er það kannski það sem þið eru að reyna að búa til úr ykkar lífi? Já, ætli það ekki. Ég held að þetta sé eitthvað sem allir eru að reyna að búa til og kannski grunnurinn að þessu öllu bara manngæska og leið og við erum komin á þann stað að okkur ekki annt náungan, að þá erum við ekki í góðu samfélagi. Stórt samfélagi getur samt sem áður alveg verið byggt þannig upp að öllum annt nágrannan og náungan. Þú veist, og við pælum í því, hvað að frétta af Lúlla í næsta húsi, ég hef ekki séð hann í 3 daga, þú veist, eða eitthvað svoleiðis. Þú talar svona sérstaklega þá sem eru öðruvísi. Og ég hef mikið veltur fyrir mér af því að hér bara eins og örugglega alls staðar annars staðar fullt af öðruvísi fólki og það alls konar öðruvísi og meðal annars bara minn eigin strákur sem einhverfur og þroskaskertur og svo líka bara fullorðið fólk og svoleiðis. Mér finnst samfélagið hugsa vel um þetta fólk. Mér finnst vera oft meira rými og meira frelsi fyrir þessi einstaklinga vegna þess að það vita allir og þekkja allir til og það einhvern veginn hægt að leyfa því að taka meira þátt í lífinu. Ef ég tala bara beint út frá mínum strák þá fær hann meira frelsi heldur en hann myndi fá á stærri stað þar sem hann væri fluttur á milli þjónustuaðila í þjónustubifreið. Hér hins vegar fer hann bara og fær aðeins að þroskast á eigin vegum og fær aðeins að pröfa sig áfram og hann fær að taka þátt, hann ræður við að taka þátt í einhverju með hópnum af því að hópurinn minni og af því að hann þekkir aðstæður og af því að hann þekkir fólki. Pláss fyrir hann í samfélaginu og meðan að kannski í stærri samfélagum hann bara settur á sína hillu með sínum líkum. Algjörlega og þegar við horfum á eldri einstaklinga þá einhvern veginn eru þeir þeir eru sýnilegir í samfélaginu, þeir eru þáttakendur í samfélaginu mögulega vegna þess að það kannski ekki til neitt annar staður fyrir það. Og ég veit ekki alltaf hvort þessi kostur eða galli. Ef það væri til einhvers konar sambýli og þessir einstaklingar væru þar, það betra eða það verra? Þú veist, það bara eitthvað sem að ég veit ekki. Þannig að það svona margt svona sem að maður ekki alveg klár á, Þegar ég valdi að flytja til land og valdi þennan stað, þá völdum við sérstaklega, við vildum fá alvöru upplifun. Þannig við vildum, þetta var pínu svona mannfræði rannsókn í þessu hjá mér líka. Þannig ég valdi stað sem var nógu lítill, ég vildi alls ekki fara á meira en 1000 manna stað og ég vildi alls ekki vera nálægt öðrum stærri stað. Því ég sá fyrir mér ef við erum nálægt öðrum stærri stað þá fara bara til þangað. Það þarf samfélagið ekki að vera sjálfu sér nægt. Og ég held, en nú þetta algjörlega ábyrgðarlaust val, að það sé ákveðin gæðastimpill á samfélagi. Ef þú ert nógu langt frá öðrum og þá nefnilega byrjar að fara að hafa ónæmi fyrir þig sjálfur. Þú fara að búa þér til menningu, búa þér til ýmislegt. En ef það bara korter á stað sem stærri, þá kannski þarftu þessi. En ég veit ekki hvort þessi rétt hjá mér. Þetta bara svona eitthvað sem ég kasta út í einhverja pælingar. Þetta mjög góð punktur, ef ég má einmitt grípa þetta. Það sem kom mér svo óvart og ég hef heyrt að fólk hafi verið spurð sem býr út á landi, þetta ekki, leiðist þér ekki? Það svo mikið í gangi alltaf fyrir COVID að ég segi við náum bara að taka þátt í nema bara 10% af öllu sem í gangi. Það einmitt þessi samfélag sem eru einmitt lengra frá og þeir bara búa sér til sitt eigið. Og líka þetta, ég upplifði mig aldrei sem svona Kópavogsbúi, ég hef verið svona hluti einhverju samfélagi í Kópavogi og maður einmitt fer út í búð og maður þekkti aldrei neitt. En hér, maður upplifir einhvern veginn þetta svona eitthvað sem heldur utan hann og maður hluti af litlu samfélagi og maður einmitt eitthvað núm, eða fólk veit af manni og ég til allavega Djúpavog vera mjög gott samfélag sem mjög gott að flytja inn í og
og það held ég að margir upplifa sem við upplifum að maður svo velkominn. Fólk svo ánægt þegar það flytur einhver inn í samfélag. Það því hver einasta manneska, hver einasta fjölskylda skiptir máli að koma með 3 börn inn í svona samfélag. Maður upplifir það að vera svo velkominn. Þannig að mér langaði bara að nefna það að þetta svona að tilheyra og svo hef ég líka verið spurð býttu, vá, ég hjólaði eins og hérna niður Öxi og ég horfði hérna inn í Berufjörð til langa fjörður og þetta var bara, það var ekkert þarna. En það einhvern veginn maður upplifir að maður kemur kannski fyrsta sinn og tekur kannski ekki vel eftir sveitabæjunum, en hérna eru margir sveitabæjur og fjölskyldur með börn á einhverjum 6-7 bæjum, skólabíllinn stútfullur af krökkum. Og þegar ég sit hér á mínu sveitabæi í myrkrinu og sé ekkert nema myrkur þegar ég horfi út, þá finnst mér samt að umvafin fólki sem ég get bara haft samband við ef eitthvað kemur upp á. Það bara, ég hugsa bara sveitabæin og svo Djúpivogur og þetta bara hringur í kringum mig sem að, og þú veist, allir þekkja mann, en það sem maður bjó áður að maður þekkti valla þá sem bjuggu á móti sér eða við hliðina á sér. Þó að svona það hafi, en við áttum það í svo yndislega nokkranna, ég vil alls ekki draga úr því, en það mjög algengt að fólk valla þekkist í stigagangi. Unnur Mána, ég ætla að halda áfram að láta reyna á eitt af því sem að tilheyrir kannski smærri byggðum að það getur verið svona drottnandi vald einstakra aðila. Ég veit ekki hvort að veldi Samirja nær nú ekki út í Ólafsfjörð, en það þarna aðeins. Nei, ekki út fyrir múlan. Nei, en þið kannist við það að þegar þegar maður talar við fólk á Akureyri og það nefnir Samirja, þá lítur það svona yfir öxlina á sér að athuga hvort eitthvað sé að heyra. Ég þekkti þegar ég var að vinna til dæmis á Súðavík í fiski. Þá var svona kall sem var bara eins og margir eru sem vildi ekki hafa verkstjóra, þannig hann keypti sér vörubíl og vildi búa til sinni eigin rekstur. En þegar Frosti þurfti á auka vörubíl að halda, þá pöntuðu þeir vörubíla innan af Ísafirði en ekki frá þessum kalli. Þannig að ef maður fittar ekki alveg inn í, ef maður ögrar yfirvaldin á staðnum, þá getur maður lent svona á skjön. Ég að láta reyna á ágallana við góðsögninnar eða við sagnirnar gallana við að búa í smærri samfélagum. Hvað segirðu þessu, Unnur? Nú þurftur eiginlega bara að tala við Skagfirðing til að fá eitthvað almennilega krassandi. En ég bara búin að búa inn 2 ár, þannig að ég hef ekkert lent í þessu. En þetta samt eitthvað sem ég man svo mikið eftir úr mínu uppeldi. Ég kem úr svona kaupfélagsbæ og pabbi var verkstjóri í Kjöthúsinu og þú veist, það kaupfélagsstjórn og allt það sko. En við áttum svolítið að fjölskyldu mömmu megin í bænum, fórum átt í bæinn og þá fórum við í Hagkaup. Þannig að þegar við komum heim, að þetta var verslun í Heimabyggð, átakið 80 og 89-90, hvernig sem það var. Verslun í Heimabyggð alltaf í sjónvarpinu. Þetta svolítið flashback núna, þú veist hvaðan það kemur og allt þetta er svolítið flashback núna í það. En já, þá vissum við þá öll að við komum úr Reykjavík með appelsínugula hagkaupsbókana og við keyrðum inn í bílskúrinn og svo bárum við appelsínugula hagkaupsbókana innanhús, inn í eldhús. Af því að það hefði verið hræðilegt þegar pabbi sem var verkstjóri í Kjöthúsinu hefði komið bara á bænum fulla hagkaupsbóka. En ég hef samt ekki fundið neitt svoleiðis en þetta ekki svona kaupfélagsbær. Þú nefndir Skagafjörð, það eru svona senur í bíómyndinni Héraði sem að fjallar yfir á kaupfélag Skagfirðinga yfir Skagafirði sem að menn fá illt fyrir að versla á vitlausum stað. Og ekki bara í myndinni, mér skilst að einhver heimild að vinna verið unnin þarna. En ég held að þið ekkert að spyrja Skagfirðing ekki á svona opnum vettvangi. Þú myndir ekki fá svör þar sem aðrir komast í þau. Allavega ekki þegar kaupfélagsstjórinn sé til. Nei, maður veit aldrei hvað hann heyrir. Nú ég gift Skagfirðingi og ég fæ örugglega skammir í hattinn bara fyrir að segja þetta. En af því að þetta bara veggirnir hafa eyru. Og ég pældi mig í þessu flutninga fyrst og svo hugsaði við erum kannski bara laus við þetta hér af því að það engin stóriðja og það engin peningar. Það bara svolítið þannig, þú veist, við erum bara töluvert brotið samfélag, við erum í brothættum byggðum núna og það lítið að frétta. Bara, þú veist, í svona raunverulegum uppgangi fjárhagslega. Það ekki langt síðan að kaupfélagið lagði upp laupana.
og núna komin krambúð. Það var æðislegt að hafa kaupfélag, en það var samt líka þannig að meira kannski að væntum þykju við að halda í eitthvað. Að þá svona, ef maður fór í bæinn og veslaði í Bónus, og þá svona, það var ekki það að fólk yrði grimt við mann, en skammaði sín svolítið gera, maður kannski ekki alveg að deila því, sko. Meira þannig. En nú vorum við með krambúðina sem sagt, og rækjuvinnslan var bara svona alveg að fara á hausinn. En þá kom sem sagt Samherji og bjargaði henni og allir voru glaðir í smástund áður en að þetta var bara svona 2 vikum áður en að allt dramað kom upp, sko, í upphafi árs. Þannig að þetta var svona, þannig að við erum kannski svona hægt og rólega að sigla inn í eitthvað svona að einhverju stærri séu að eiga svolítið hluta hér, ég veit það ekki. Svo getur líka verið að Samherji flytji bara kvótann einhvern annað, þannig að við oft gert það í það land. Já, þeir eru ekki með kvóta hér, sko, þeir eru með rækjuvinnslu. En af því að maður má aðeins staldra við þetta vegna þess að við ættum auðvelt með að tala hvernig við gætum bætt samfélagið á höfuðborgarsvæðinu, hvernig við gætum unnið gegn svona kuldanum sem að þið hefur nefnt. En gætum við rætt þetta, hvernig væri þetta að bæta samfélagið í smærri samfélagunum, þar sem að sko sterki aðili færi ekki svona drottnandi vald yfir lífi annarra. Hvað eru þið með tillögur? Og ég langaði mitt að koma aðeins inn á þetta, þið voru að minnast á þessu stærri útgerðir. Djúpivogur sem dæmi lenti í svona ákveðnu áfalli þegar Vísir útgerðarfélag flutti sinn rekstur allan suður í Grindavík og þar þurrkuðust út tugir starfa. Það hljómar kannski ekki neitt sérstaklega alvarlegt, en þegar 30 störf hverfa í 400 manna sveitafélagi, þá hefur það bein áhrif á nánast hvert einasta heimili í þorpinu, mjög alvarlega áhrif. Og þarna þurrkuðust út einhverju tugir starfa og þá voru töluvert af brottflutningum á bænum og þetta leit ekki vel út. Þetta fyrir mína tíðindar, maður hefur náttúrulega bara sögum af þessu. Og þetta náttúrulega erfið staða og þarna erum við líka að koma inn á þetta sko þegar svona, the powers that be, eða valdöflin eru með svona stórt hlutfall í, auði samfélagsins. Þá hætt við að þegar einhvað bjátar á eða einhver breytir til eða einhver ákveður, nei, þetta skal vera í Grindavík en einhver Djúpivogi, að afleiðingarnar fyrir samfélagin geta verið hreinlega nánast örkumlandi. Við getum horft á þannig að hérna í atvinnumálum og víða í sjávarplássum í kringum Ísland, held ég sé öruggt að segja, þá eru eggin oft í mörg egg í einni körfu. Og það kannski af illri nauðsyn. Ég meina við búum á hrörtrugu landi þar sem að auðlindin okkar hefur í aldanna ás verið fiskveiðar. En og svo má náttúrulega fara út í einhver umræðu hvernig eignarhald á þessum verðmætum og hvernig því er skipt og hvernig við förum að því að stjórna þessum auði. En það er alveg klárt mál og að mörg minni sjávarpláss hafa beðið eða orðið fyrir tjóni út frá svona stærri ákvörðunum sem eru teknar að sunnan eða einhvers staðar frá hvaðan sem að valdastrúktúrinn á rætur sinni. Og það er líka alveg klárt mál og það hefur haft mjög alvarlegar afleiðingar, eins og vel þekkt. En það sem ég segi við þessu er að það skal ekki vanmeta kraft smærri samfélaga til þess að aðlast og breytast. Og Djúpivogur, eins og segi, þetta við erum að tala kannski 10-15 ár síðan þetta gerist, þetta í kringum hrun. Þá gerist þetta og þetta var reiðarslag og mikið áfall fyrir bæinn og hlutirnir litu ekki vel út. En í dag horfir allt öðruvísi við. Gríðarleg gróska náttúrulega á öðrum sviðum, vonandi sjálfbærari sviðum, eða það að segja, við erum kannski komið með aðeins fleiri körfur til þess að setja eggin okkar í, skiljiði. Og það verður ekki til að sjálfa sig. Auðvitað erum við heppin með ýmislegt, við erum heppin með ferðamannaflauminn og það er náttúrulega gríðarlega verðmæti sem því fylgir. En stoðirnar til þess að byggja upp og kapitalísera, ég má afsakið slettina, en ég er með afsökunar þegar ég er hálfur útlendingur. Það verður ekki til að sjálfa sig. Það er fyrir framtak samfélagsins og fyrir innspýtingu frá fólki sem býr hérna og fjárfestir, ég segi fjárfestir í því að bera beini sinni hér, sem verður til þess að þetta skapa eitthvað meira. Djúpivogur tók strax þá ákvörðun
að fókusera á hvernig stígum upp úr þessu. Við getum ekki verið með eggin okkar í þessari körfu, við sjáum það, við erum illa brennd og þetta gæti gerst aftur. Þannig að hvað gerum við? Þá er tekin ákvörðun upplýst ákvörðun að vera með innspýtingu inn í hvernig búum við til bæ þar sem að fólk veit aðeins börn. Leikskólamálin voru tekin í gegn, það var reistur mjög flottur nýstárlegur leikskóli. Menningarmál, hvað er það sem fær fólk til þess að vilja koma á stað og vera þar? Menningarmálin skipta gríðarlega miklu máli og það voru ofboðslega miklar áherslur á þessi atriði fram á við og það hefur margskilað sér. Og það eru einmitt menningarmálin, til dæmis Eggin í Gleðivík sem er líklega frægasta listaverk, eða það er langfrægasta listaverk á Djúpavogi og jafnvel eitt af þeim frægara á Austurlandi. Það trekkir að þúsundir ferðamanna, tugþúsundir ferðamanna árlega. Verðmætið sem að liggur í þessum stóru graníteggjum sem að liggja við bryggjuna einmitt sem að Vísir reisti og stóð síðan í niðurníðslu og breytt í listaverk sem að trekkir að og hefur sennilega skapað meiri gjaldeyri heldur en Vísi gerði nokkuð tíman á þessu svæði, ekki heildina sjálfsög, en þið fattu hvað ég menna. Það er svo mikill auður og þetta er það sem er svo mikilvægt í þessu að samfélögin hafa alveg ofboðslega getu til þess að aðlagast og standa af sér afflóð eftir afflóð. Og vonin er núna að það sé verið einmitt að búa til fleiri körfur svo að þegar eitthvað kemur, eins og núna ferðaþjónustan hrynur, já, hún hefur gert það. En þá erum við með fleiri hluti, margir þessi staðir. Ég þekki ekki með Hólmavík eða Ólafsfjörð eða Seyðisfjörð í sjálfsagt þannig, en þeir á marga fjöruna sopið og þetta er ekkert í fyrsta skipti sem þetta gerist. En einhvern veginn heldur þetta áfram, þetta er svo litla lessing og það er út af krafti samfélagsins og þessu, ég kalla nú ekki þrjóskan, þessari áræðni að ætla að búa hér, en það er eitthvað hérna. Eins og segja, það er ekki tilvíðin að fólk er að flytja og ætla bara að vera í ár og síðan klóra sér í hausnum 5 árum seinna og veit ekki hvernig þeim datt í hug, hvað gerðist. Og er ekkert að fara, skilur þú. Það er eitthvað hérna. Þetta getur kallast segla sem að vera samfélögin að rétta úr sér. Ég er að hugsa að veita hér og nú bara styrk úr sjóði Brothætta byggða til að kaupa óðinn til að halda fyrirlestur yfir brotnum sveitafélagsmönnum sem að sjá ekki fram á bjarta framtíð. Þú ert að koma inn að stuðu. Mér langar aðeins að núna snúa aðeins við og nú lifið þið í samfélagi sem að er 2/3 búa bara í sama blettunum hérna fyrir sunnan og svona sömuleyti býr maður í bara umræðunni sem á sér stað og við búum í svona sama menningarheildinni sem er svolítið miðlægur hérna fyrir sunnan og viðhorfin oft eru hérðan og fólk bara út á landi gleymist oft bara í umræðunni og þegar að vera að tala, Guðrún Ásta verður var við þetta að fólki hérna fyrir sunnan lætur eins og að þið bara skipti ekki máli. Já, ég verð það, algjörlega. Mér varst það sumarið sem ég flutti hingað var ég kom í mars 2018. Reyndar hafði ég stoppað í Danmörku í tæpt ár, þannig ég kom með óveðri á Norrænu, það var mjög póetískt og dramatískt og fallegt. Og svo kom sumar og það var bara eitthvað rosalegasta hita sólar sumar sem ég hef upplifað á minni ævi hér á þessari eyju. En ég hlusta á gömlu gufuna alla daga og þar var endalaust tal hvað hið íslenska sumar væri búið að bregðast og þetta væri ömurlegt og ég satt bara á nærbuxunum og sötraði kaffi mitt með börnunum mínum sem að hlupu líka á brókinni bara. Þannig já, ónýtanlega og þetta er auðvitað eitthvað sem kannski ekki mjög alvarlegt að dagskrárgerða fólk á RÚV átti sig ekki á því að það sé mjög gott veður einhvers staðar annars staðar í Reykjavík. Þetta er lýsandi fyrir Já, það er samt lýsandi. Ég veit alveg sjálf og ég er ekkert saklaus af því áður en ég flutti austur ég hafði aldrei komið á Seyðisfjörð fyrr en systir mín flutti þangað. Ég vissi ekki einu svona að Fellabær væri til. Það var bara Egilsstaðir og þar er eitthvað flugvöllur og kannski bakari eða eitthvað og svo bara eitthvað brú og það er bara líka Egilsstaðir B eða eitthvað. Þannig að við erum alveg sem á ólust upp í 100 og einhvað lítið Reykjavík, við erum ekkert endilega mjög meðvituð þessi svæði
og mögulega eitthvað að fara að breytast í því hvað slagkraft við höfum og hvað kröfu við getum gert á þjónustu. Ég nýbúin að fara til dæmis í aukalega krabbameinsskoðun til Reykjavíkur af því það kom eitthvað út í tékki sem ég þurfti að fara í á vinnutíma á Egilsstöðum. Af því það kemur enginn inn á Seyðisfjörð að skoða það hvort ég sem krabbamein í brjóstunum eða leginu. En og þá þarf ég að fara flugferð til Reykjavíkur til þess að fara í aukatékk og ómun og eitthvað sem ves og dýrt, vitið. En frídagur í vinnu og eitthvað. Nú, ég var ekki bara átt að með á þig, við erum auðvitað Múlaþing, við erum auðvitað bara sveitungar, sko, á Djúpavegi. Ég er alveg að fara að kíkja í kaffi til eitthvað, sko. Eins gott að ég fái hot sauce og svona. En mér finnst það áhugavert, ég er spennt að sjá hvað gerist, ég finna það pínu skjálfti í sumum hér að það sé bara búið að gleypa okkur. Það er að segja að nú séum við bara einmitt Egilsstaðir B. En ég held ekki og við höfum, ákveðna sérstöðu, hver kjarni og þetta er bara ótrúlega spennandi að sjá hvernig verður farið með þetta, bara alveg eins og þau á Tröllaskaga hafa sameinast og eru með næs bakari og alls konar góða þjónustu. En það við erum pínu, við erum náttúrulega svo langt í burtu frá miðdepli alheimsins sem er Reykjavík. Ég elska Reykjavík, mér þykir mjög vænt hana, það er heimabærinn minn. En fólk geta alltaf svona, fyrst þeir að ákveða að búa einhvers staðar út í Raskati, getið þið þá ekki bara sagt eitthvað við það sé ekki læknisþjónusta og sé ekki bara allt mögulegt sem maður heldur sjálfsögðu mannréttindi í nútíma samfélagi. Það sló mér svolítið svakalega daginn mitt var mikil fréttaumræða hvað það væri dýrt fyrir fólk út á landi að sækja sér alls konar sérfræðiþjónustu hjá læknum. Og það var að tala við einhvers konar læknasamtaka, formann sérfræðilækna eða eitthvað svoleiðis og hann var í viðtali og hann kom rosalega vel fyrir og ég bara já, þetta er fínt og hann sagði já, við erum allir að vilja gerðir og við viljum endilega mæta fólki og við þurfum að skoða, nota interneti meira og ég bara já, flott, ok, þetta er allt í gangi. En svo lokaði hann viðtalinu með því að mynda að segja fólk þarf bara að muna og átta sig á að læknar eru bara eins og aðrir venjulegt fólk. Og læknar þurfa bara að sækja börnin sín í leikskólan og fara og versla í matinn og elda mat og vera eitthvað svona. Þannig að sko, hann var búinn að tala rosalega vel þetta og svo snýr hann einhvern veginn umræðinu við og fór einhvern veginn endaði á því að segja að þeir sem búið til landi eru ekki venjulegt fólk. Af hverju geta læknar ekki verið venjulegt fólk út á landi og svo börnin sín í leikskólan út á landi? Erum við ekki venjulegt fólk? Ég myndi segja að þetta væri kannski það sem maður hefur eina sem maður kannski með pínu svona kvíðboga fyrir, ef að er eitthvað, að þá þetta þurfa að vera að fara suður endalaust. Og ég þurfti að sjálf að fara í svona einhverja smá aðgerð og það var skorið svona einhverja frumbreytingar og ég fór heim með opið sár og svo vissum við ekki hvað tekja langan tíma að greina og svo var hringt bara næsta dag og ég þurfti að kaupa flugferð bara sama og fara næsta morgun og fljúga aftur suður til þess að láta sauma saman, sko. Þannig en ég er nú að vona að þessi fjarlækna þjónusta, því það er svo oft þegar maður þarf að fara til lækni sem alveg nóg að tala við lækni bara svona, eins og við erum að gera. En það ef ég myndi kvart yfir einhverju, það einmitt hvað búið að draga úr þjónustu eins og til dæmis við konur á meðgöngu og við fæðingar og slíkt. Ég væri ekki hægt að gera meira, sparnaðurinn svona rosalega mikill að hafa þetta allt á Landspítalanum og að fljúga fólki svona fram og tilbaka. Ég veit ekki alveg hvernig þetta dæmi var reiknað, sko, að þetta sé svo mikill sparnaður að ég taka þetta frá. En við erum nú mjög heppin hérna á Djúpavogi, sko, það búið að vera læknir hér búandi á Djúpavogi ánum saman en nú skiptast læknar á að koma þannig að það er alltaf einhver á heilsugæslunni alla daga. Það hefur verið skert þjónusta, heilbrigðisþjónusta út á landi, lokafæðingardeildum út að nefna og það að því að ég kallaði það sem Óði var að lýsa á þann sem svona seiglu samfélagsins að þetta eru svona hugtak sem hefur verið stilt upp á móti skilvirkninni sem hefur svolítið stýrt allri samfélagsuppbyggingu undanfarin áður að það verður að vera aukin skilvirkni og það var bara einn stór spítali og það eru öll þjónustan bara flutt á sinn stað sem að hefur svona skert þjónustu út á landi en líka skert kannski möguleika fólksins út á landi til að taka ákvörðun þróun sína eigin byggðar.
ákvarðanir teknar svona langt í burtu. Síðastliðið vetur var áminning þetta, það sem var rafmagnsleysi, ég veit ekki hvort það náði til Ólafsfjarðar, það var rafmagnsleysi út eftir öllum Eyjafirði og víða í Skagafirðinu sem við nefndum áður, þar sem var bara vanræksla og uppbyggingu rafmagnskerfisins, það fór ekki, og þetta svona grundvallar réttindi, það var rafmagn, það var heilbrigðisþjónustu, það var bara öryggi í sínu lífi. Unnur. Við vorum þetta rafmagnslaus hérna í rúma 2 sólarhringa, næstu 3. Það sem alltaf verst var að nú er enginn með landinu lengur. Þannig leið og rafmagnið fór á masturinn hérna og allt svoleiðis, þá misti þau náttúrulega allt samband. Það góða hins vegar að Ólafsfjörður svo lítill, að maður bara horft yfir götuna og séðan að gaurarnir í björgunarsveitunum voru á fullu og var að koma vara dísel. En já, það hvað varðar flutningsleiðir, varðandi samskipti og ljósleiðir og annað, það eitthvað sem allavega verið að vinna í og það rosalega mikilvægt fyrir okkur. Og akkurat núna í síðustu viku þá var verið að setja upp aukamastur fyrir neyðarlínuna til að auka okkar öryggi. En það sem líka, en á sama tíma það að glíma við vegagerðina, sem að við erum með Múlagöngin inn Eyjafjörðinn, þau eru einbreið og það ekkert útvarpssamband, ekkert radíósamband, ekkert símasamband og þau eru klædd með gamaldags klæðningu sem að mér sagt að ef það kviknar í þá munu göngin bara loga í 3-4 daga. Strákagöng og almenningarnir, það svipusaga þar, það mun ekki loga jafn lengi en almenningarnir að hrynja í sjóinn. Þannig það rosalega góða tengingar á milli bæjarsamfélaganna okkar. En við eigum það til að einangra svona algjörlega. En ég fann það rosalega vel fyrir tæpu ári, að fer allt rafmagnið, það gætt veður, að björgunarsveitin fer af stað og það líka bara einhvern veginn, ég veit ekki, það sem samhugur í bænum, björgunarsveitin að keyra, dísilrafstöð á milli húsa sem eru með varmaskiptakerfi til að deyja ekki í húsunum og svo framvegis og til að hitinn, já, sem sagt deyja ekki í húsunum. Við vorum rosalega mikið svona saman í þessu ástandi, en á sama tíma þá vorum við þetta rosalega afskipt og eitt af því alvarlegast sem gerist að nú manni ekki rétt orðanlega útskýra, en sem sagt þetta kerfið sem að björgunarsveitin að nota, við einangrumst alveg hérna. Við missum þetta öryggisfjarskipta björgunarsveitarsamband við sem sagt restina af Eyjafirði. Tetrakerfið, þetta tala um það? Já, tetra, já, nákvæmlega, dekkóðin. Já, þannig að það rosalega margt sem betur mætti fara, en svo, ég veit það ekki, svo erum við líka með svolítið að kannski erum við bara vönd í að þurfa að bjarga okkur að því við búum hvort sem út í raskati. Ólafsfjörður náttúrulega, það var ekkert vegasamband hingað fyrir 1967. Þú komst ekkert hingað landveginn nema 2 mánuði á ári þegar lágheiðin var opin. Þannig að Svo nú störf án staðsetningar, ég finnst miklar vonir við það, verandi sjálf með þessa reynslu, hvað margt sem að það skiptir í raun og engu máli hvar þú situr og þetta það sem samfélagið að finna núna í COVID þegar fólk farið að vinna heima og átt að sjá því býti nú ég að vinna heima, þetta gengur bara alveg jafn vel, okkur geti þá ekki alveg flutt eitthvað út á land og með þeim kostum sem að því fylgir að fólk á annað borð hefur áhuga því og ég hefur svona gert grínaði aðeins að lagt mig fram að segja frá aðeins lífin okkar hérna á Facebook og það til þess að fá fólk til þess að flytja út á land. Ég að reyna að selja þeim landsbyggðina og talandi líka að vera einmanna, ég hef aldrei nokkuð tíma fengið svo marga gesti. Bara í sumar rendi við svona 3-4 á dag jafnvel. Og þó bæði svo fólk sem vill heimsækja okkur, svo náttúrulega því við erum að vinna í ákveðnum málum þess að fólk vill koma og kynna sér. Þannig að þetta það sem fólk þekkir vel í sveitum. Það alltaf að renna bíll í hlaðið. Bara maður lítur hérna út gluggann og þannig að það ekkert eins og maður sé bara Palli var einn í heiminum. Ég var mjög spennt fyrir þessu störf án staðsetningar, sérstaklega svona í COVID og allir fóru að vinna heima og á Zoom og ég bara já, yes, þetta sóknarfæri landsbyggðanna. Fatta allir að þetta málið. En svo var eitthvað sem sagði við mig, en býtu, ef allir fá að vinna hvar sem af hverju myndu þá vilja bústaða sem vont veður, okkur fyrir ekki þá bara allir á Tenerife og eru á Zoom. Ég bara já, ok, já.
Aldrei í lífinu. Unnur. En málið samt akkurat með þetta með störf án staðsetningar, þá þarf að klára að ljósleiðara væða landið og það þarf að klára í raun og veru bara 5G væða landið. Og við getum ekki lengur búið við það að séu svona auðir bletti hér og þar, því að þú veist, við getum setið hérna í litlu þorpunum og tala voðalega fjálglega þetta, en að meðan sitja allir sveitabæirnir, hvað ætli sé langt í að sveitabæir Íslands fái ljósleiðara? 50 ár? Hvað ætli? 60 ár? En sumir eru búin að fá það. Ég tók eftir því á eyðibíli, dagverðar á undir Jökli, að þar var staurinn þar sem ljósleiðarinn endaði, þannig að það er eyðibíli sem er komið með ljósleiðara. Það er eitthvað misjafnt. En sunnanvert Snæfellsnesi er náttúrulega eiginlega höfuðborgarsvæðið núna, eða ekki? Mér langar ég hlustaði á eins og viðtal við Esther Duflo sem fékk Nóbelinn í hagfræði í fyrra. Hún hefur rannsakað, þetta verður kallað hagfræði fátæktar, en viðtalið snýrist ekki alveg það vegna þess að hún hefði verið að rannsaka alls konar svæði sem er orðið fyrir áfalli, svipað og Djúpivogur var fyrir upp úr hruni. Og henni var svolítið tíðrætt þetta. Hún sagði að það væri eiginlega hægt að sjá það að fólki sem færi af svona ástandi, að það hefði það betra með öllum mælitækjum sem við getum mælt. Það verður með hærri laun, börnin verður með betri menntun og það verður svona með þeim mælikvörðum sem við kynnum að nota, að það hefði það betra. Og hún tók með þess að dæmi af Vestmannaeyjagosinu, að fólki sem fór tilbaka, það hafði það lakara heldur en fólki sem ekki fór tilbaka og bjóð sér til nýtt líf upp á fastasvæðinu. Og hún sagði að við erum einhvern veginn blind þegar hún horfa á þetta, að við teljum að þetta sé eðlilegt, að það sé jafnvel framþróun í því að fólk fari og það auki meiri skilvirkni og öðru slíku. En svo sagði hún að kannski ættu við að finna mælikvarða til þess að mæla það af hverju fólki fór ekki. Því að kannski myndum við þá ná utan raunveruleg verðmæti samfélagana. Því að það sem við erum alltaf að horfa á og meta hvað eru framfærir og annað slíkt eru oft bara svona hlutir hvað fólk er með í laun og hvort að fólk bara í formlega menntun en nefnir ekki hlutir svo því það við nefnt hérna eins og það að geta tilheyrt samfélaginu sem það lifir í og hafa svona ríka tengsl í það. Og hennar erindi var eiginlega svona að við getum eiginlega ekki rætt hvernig við viljum sá samfélagið þróast án þess að ráða við það að tala gæði og gildi smærri samfélag og samfélag sem ekki eru eins og allra stærstu borginar. Unnur, ert þú að biðja að? Já, mér langar eiginlega bara að skjóta strax inn í að ef að við getum ekki alveg tekið þetta gilt því að það sem gerist að Vestmannaeyjagosið, það dregst og dregst. Fólki fer í land og heldur að þetta verður bara einhvern smá tíma en svo kemur ljós að það þarf að byggja viðlagasjóðshús og þetta verður miklu lengri tími heldur en fólk heldur. Og við vitum bara hvað gerist þegar fólk fer eitthvað út af einhverjum áföllum og fólk er að reyna að bjarga sér. Það er bara í mínum huga rosalega borðleggjandi að við erum að horfa á það að ákveðin hópur Vestmannaeyinga hafa orðið eftir og hafi enda á því að hafa það betra. Þá er bara rosalega líklegt að þetta hafi verið fólki sem hafi kannski verið betur menntað, betur tengt, betur fært á ýmsan hátt til að koma sér betur fyrir í samkeppninni í Reykjavík og hinir sem áttu kannski ekki sömu möguleika hafi snúið tilbaka vegna þess að þar hafi fasteignin og það eina sem það áttu kannski eftir verið. Þannig að ég ætla bara að byrja á því að lása þessar forsendur. Já, þetta leiðréttar Nóbelsverðlaun hafa hann í hagfræði. En hún var ekki að tala það, hún var eiginlega að segja þessa sögu til þess að geta sagt það að við höfum bara ekki tækin til þess að mæla hvað er gott samfélag. Þegar við erum búin að vera svo lengi í svona tíma nýfrjálshyggjunnar þar sem allt er miðað út frá svona einstaklingshyggju, þá erum við með svona mælikvarða hvað fólk er með í laun og hvað það er í einhverju metorðastiga. En við erum bara, kannski vantar okkur að finna tækin til þess að mæla hvað er gott samfélag. Það var eiginlega erindið hennar. Er það eitthvað annað en hvað er gott heimili? Það er til dæmis ekki þegar stjórnmálamenn koma saman og eru að móta stefnu fyrir samfélagi, þá eru þau ekki alveg upp á borðinu hvað er gott heimili. Nei, en samfélagi er eiginlega bara svona eins og stærra heimili. Við erum samt alltaf með einhver svona hamingjurannsóknir og eitthvað svoleiðis, það eru verið að reyna að
spiga og meta áhyggjum, ánægju fólks út frá öðruvísi mælikvörðum, en það virðist alltaf vera, að taka svo stefnumótandi ákvarðanir, þá virðist að vera þessar mælanlegu, peningalegu, afkastanlegu forsendur sem verða svolítið ofan á. Og þetta óeiginlega, það kannski tekillinn Martin Service-skumann sem hann vilji búa á Ólafsfirði, að því að sé svo næs. Og í umræðinni kemur stundum fram eins og við séum til í að fórna samfélaginu og Þingeyri og kvóti farið þangað, vegna þess að sé mikilvægara að sé betri skilvirkni í sjávarútvegi að kvóti verði fluttur þar sem stærri verksmiðja og yfir í stærra skip, að það sé eiginlega betri eitthvað til að elta, heldur en að sé eitthvað gildi í samfélaginu sem hefur byggst á Þingeyri áratugum og öldum saman. Kannist við þetta að það sé eiginlega að tala bara yfir verðmæti hinna smærri samfélaga í umræðinu eins og það séu svona kannski bara víkjandi gæði? Já, það er náttúrulega partur af umræðinni, en mér finnst svo umræða yfirleitt vera bara illa upplýst og hann stýrða fólki sem kannski hefur ekkert neitt sérstaklega mikla tengingu eða tilfinningu fyrir þessum þriðjungi þjóðarinnar sem býr út á landi. Og reyndar gengur þetta í báðar áttir. Það er mikið allavega í Djúpavogi, þá heyrum við frá svona sérfræðingar á Sunnum. Mér finnst það svo skemmtilega frá þetta. Þetta er svona landsbyggðardæmi, sérfræðingar á Sunnum, og það er svona steitt nefanum á veiftingri. En það eru líka, þú veist, það er líka legend á landsbyggðinni, segi ég, og það er, þetta er miklu meira svona finnst mér vera svona human problem heldur en eitthvað annað. Þú veist, við erum einhvern veginn, við hegðum okkur svo mikið eins. Höfuðborgarsvæðið með svona ákveðina, og ég að tala í mjög svona almennum, ég að tala mjög almennt, það er augljóslega ekki hægt að alveg svona einfaldlega, en tilfinningin er allavega til staðar að þegar ég var í Reykjavík til dæmis og bjó þar og var með Reykjavíkur hattin á mér, höfuðborgarsvæðis hattin á mér, og þá svona, Vaðlaheiðargöng, eða þú veist, eitthvað svona rosalega það dýrt og hvað búa margir þarna á Hundhöfum. En síðan flytur maður austur, þar sem að hér eru mörg mjög mikilvæg göng sem að hafa náttúrulega gjörbylt allum samgöngum í fjórðungum, sko, sem að voru dýr Eyjafjarðargöngin og allt þetta og kosta marga milljarða og allt þetta. En maður skilur þegar maður byrjar að nota þessi mannvirki og setja sig inn í málefni, hvað eru jarðgöng og hvað kostar að reka Heiðaveg til dæmis. Þetta er bara einhver svona spurning sem að ég hafði aldrei í minni búblu, sérfræðingur á sunnanbúblu einu svona spáð í. Hvað ætli það kosti að reka Fjarðarheiðaveg á einu ári? Þetta sé eitthvað klink. En svo spyrir maður, hvað kostar að reka vegi gegnum göng? Það er náttúrulega miklu minna. Þannig að, þú veist, skilji, punkturinn minn er sá, og við getum notað umræðan göngin, að það er þessi hugmynd þennan aðskilnað á milli og þetta rof sem er á milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar og sömuleiðis þá ef við færum upp á stærri skalan með, þú veist, með pennastriki þá eru þurrkuð út fullt af störfum í nafni skilvirknis. Þetta eru oft ákvarðanir sem eru teknar af fólki eða stofnunum eða fyrirtækjum eða eitthvað sem hafa ekki þessi tengsl á milli, sem skilja ekki hvað þessi samfélög eru, þessi bæir eru, þessi vinnustæðir eru og það er irrelevant. Og það er kannski bara síðan umræða fyrir það bara hvernig kerfi erum við eiginlega að nota til þess að stýra samfélögum okkur í stærri mynd. Eru þau gölluð? Það er miklu stærri og flóknari spurning. En ég held að við allt fólkið, við erum rosalega svipuð í hugsunarhætti. Ég sé það bara á þegar maður bjóði höfuðborgarsvæðinu og fannst landsbyggðin vera með einhverja sérþarfir og voða og svo þegar maður flytur austur og þá eru Reykvíkingarnir með heimtufreki og trefla og drekkandi latte. Þú veist, þetta er bara sama argument, þetta er sami peningurinn, bara tvær hliðar. Við erum að hafa okkur alveg eins, bara sér með. Og þú veist, en já, ég held að svo, eins og ég segi, í stóra samhenginu þá er þetta náttúrulega bara hvaða kerfi notum við til þess að stýra samfélögum og
eru þau góð fyrir heildina og hvað þá heildin, eða eru þau til niðurs? Þú veist, ef við myndum reka Ísland á Excel-skjali, þá myndum við einfaldlega bara þurrka út alla landsbyggðina og hrúga öll inn á höfuðborgarsvæðið og hugsanlega bara þurrka út alla byggð á Íslandi og reka það bara fjarsamandi frá Danmörku, sko. Þú veist, það er ekkert sérstaklega, þú veist, en við getum ekki gert það, þú veist, þannig að það er spurning, hvar er línan dregin? Hvar er línan dregin frá Excel-skjalinu og síðan yfir í hina faktoruna sem eru ekki síður að mér finnst mikilvægir. Líka tengt þessari umræðu, kannski ekki beint það sem Óðinn var að segja núna, þetta minnti mig á rannsókn sem ég sá í Bændablaðinu, eða þá voru komnar fyrstu niðurstöður byggðafestu og búrfjárflutninga, íslensk sveitasamfélög, og þar kom fram að yfir 90%, og ég bara að lesa þetta hérna upp, yfir 90% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni, þetta þeir sem búa í strjálbýli, yfir 90% segja ólíklegt að þeir flytja úr sveitinni á næstu 2-3 árum og aðeins 3% ætla örugglega að flytja. Flestir svarenda hafa valið að flytja í sveitina sem nýir íbúar eða snúið heim í heimahagana. Og að 83% íbúa í sveitum landsins hafa búið annars staðar, yfir helmingur á höfuðborgarsvæðinu, 2/3 annars staðar á Íslandi og 1/3 erlendis. Þannig að þetta sem eins og ég sagt þetta gengur þvert gegn þeim viðteknu hugmyndum að íbúar í strjálbýlu séu upp til hópa rótfastir í sinni fæðingarsveit. Og líka þetta svo gjörsamlega, þú veist, ef einhver haldinn þeirri mýtu ennþá að fólk á landsbyggðinni sé eitthvað minna eitthvað, skilurðu, minni reynslu eða ekki eins víðsýnt eða ekki eins menntað, ekki, skilurðu, þá er það bara búið að kasta því algjörlega í ruslafötuna, sko. Þannig að bara allt í einu myndi ég eftir þessari rannsókn þegar þú fórst að tala þetta. En ég held að sé ákvörðat einmitt þannig, þessi mýta ennþá, af því fáfræðin svo mikil, það eru óbúslega margir, ef ég tala bara fólk sem mér tengist, þú veist, ég hafði ekki komið austur fyrir Hellu, aldrei, þegar ég flutti út á land, skilji. Þú veist, ég hafði bara Borgarfjörðurinn var bara lengst í burtu. Og þú veist, þannig ég bara mjög mikið af mölinni og mitt fólk. Og bara mjög margir sem bara get ekki hugsað sér, hafa aldrei heimsókn mig og fjölskylduna mína, þetta er svo hrikalega langt í burtu og ekkert hingað að sækja. Og þannig að mér finnst það alls konar fáfræði út af því að fólk hefur ekki heimsótt þessa staði og þekkir ekki til og hún elur á fordómum að það sé ekkert að sækja. Það sé alveg eins gott að loka þessu allir saman. Þannig að það sé ekki neitt, það sé ekkert líf, það sé allir frekar vitlausir og eitthvað. Og það hefur bara verið svolítið mikil vinna fyrir mig á köflum, meira þegar ég var nýfluttingað, svo hefur þetta lagast. Og ég held að umræðan almennt í samfélaginu sé líka lagast með þetta. Að, þú veist, ég þurfti svolítið mikið að vernda mannúðin mitt og mér leið einhvern veginn alltaf þegar ég var að hitta kannski gamla skólafélaga eða eitthvað fyrir að segja, já, svo er ég bara að flytta á Hólmavík og mér finnst svona fólk horfa á mig svona eins og ég var að segja, þú veist, bara einhvern veginn að ég hefði bara endað í ræsinu, þú veist, og það var eiginlega alltaf bara næsta spurning, hvað kom fyrir þig? Ég hafði alltaf trúað að það geti orðið eitthvað úr þér, þú veist, og eins og ég hefði bara svona ákveðið að tapa. Herðu, þetta eru lokaorðin, við erum búin að sitja hérna svolítið lengi að tala hvernig að búa út á landi í samanburði við hvernig að búa í stórborgum eða jafnvel á blettunum fyrir sunnan þar sem að flestir landsmanna búa. Ég þakka ykkur fyrir að koma að Rauðaborðinu, Unnur María, Guðrún Ásta, Vilhelm Móðinn, Ester Ösp og Oddný Anna. Ég þakka hlustendur fyrir að staldra við. Á morgun þá verður við Rauðaborðið umræða sjávarútvegsstefnu og kvótakerfið og þá koma hingað menn og fólk frá bæjum sem hafa misst mikið af kvóta og ræða hvað áhrif það hefur á byggðirnar og sem eins og hefur komið fram að það voru oft rökin fyrir því að það væri nauðsynlegt til að auka skilvirkni í sjávarútvegi að flytja kvótann frá Djúpavogi til Grindavíkur, svo við tökum dæmi sem var nefnt í þessu. Þannig að við höldum áfram að ræða mál sem að tengjast landsbyggðinni á morgun. En ég þakka ykkur aftur fyrir að stoppa við og takk fyrir í kvöld.